Góðan daginn og verið velkomin á 7. Hrafnaþingið okkar núna í vetur. Í dag fáum við heimsókn frá Brynju Hrafnkelsdóttur en hún er sérfræðingur hjá Landi og skógi. Hún Brynja ætlar að flytja fyrir okkur erindið Meindýrin og birkið með undirtitlinum Innlendar og erlendar skordýrategundir sem lifa á birki á Íslandi og áhrif hitastigs á þær. En áður en ég sendi boltann yfir þá langar mig að bjóða áhugasömum að skrifa athugasemdir eða spurningar í Q&A, hérna dálkinn í Teams-forritinu, svo hægt sé að fara yfir spurningarnar í lokin, því að það er ekki hægt að bjóða upp á mikrofón fyrir þá sem eru á vefnum. En það er hún María Harðardóttir sem tekur boltann fyrir sunnan og hún lætur jafnframt ganga gestabók svo hægt sé að skrá sig á gestalista fyrir þá sem vilja. Já, takk fyrir Heiðrún. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin, þeir sem eru hérna í salnum í Urriðaholtinu og líka þeir sem eru á vefnum. Heiðrún er búin að kynna hana Brynju, skordýrafræðing frá Landi og skógi. Það verður spennandi að heyra frá meindýrunum á birkinu. Meðan hún talar þá læt ég gestabókina ganga. Og ég ítreka bara það sem hún Heiðrún sagði. Við bjóðum svo upp á spurningar í lokin, en það verður fínt ef þeir sem eru á netinu geti skrifa bara einn spurningar jafn óðum, þannig að þær liggi fyrir þegar við byrjum. En þá gefum við boltann yfir til því. Já, takk fyrir. Já, það var best að byrja. Það er búið að kynna mig, þannig ég þarf að tala mér það. Þetta hér. Bara myndir, ef við tökum aðeins saman myndir á birki, þá finnast rúmlega 80 skordýrategundir á trjám og runnum á Íslandi. Af þeim geta 32 lifað á birki, en þegar ég segi geta lifað þá er ekkert endilega vandamál samt. 21 kallast innlend, þar sem hún nam land fyrir 1900 og 11 innfluttar sem námu land eftir það. Og við förum aðeins yfir þessar við köllum innlendu sem numu hér land fyrir 1900. Þá eru þær alls konar, hérna eru bara dæmi og kannski margar alvarlegustu, en samt misalvarlegar, eins og ranabjöllur eru mjög, skaða mjög ungar trjáplöntur og þar á meðan birkiplöntur og eru bara eitt af helstu vandamálunum í nýskógrækt eða þegar nýjar birkiplöntur. En svo eru alls konar lirfur sem hafa verið hér lengi, hér eru bara dæmi þær. Og svo eru blaðlýsnar, en það eru tvær tegundir sem finnast á birki sem á Íslandi og er ekki talið skaði birki mikið. Það eru bara svona, já, ekki mikill skaðvaldur. En svo er það sem kom eftir 1900, hér er það tekið saman, hvenær þeir koma inn. Og eins og sjáum það koma þarna 2 í byrjun, en svo gerist ekkert mikið og svo koma nokkrar tegundir sem er ekkert miklir skaðvaldar. En svo aftur hérna undir lokin nýlega koma nokkrar inn sem við höfum aðeins áhyggjur af. En eins og ég segi, það er svo tegundir, þótt að það séu margar, þá valda þeir mjög mismiklu tjóni. Hirðalirfur hafa olli mestum skaða í gegnum tíðina og þá má nefna tíguvefara, haustfeta og birkivefara til dæmis. Og svo eins og ranabjöllurnar skaða bara ungplöntur aðalega allavega og af því að þær fara í rótakerfið og ungplöntur eru viðkvæmastar fyrir því. Og svo eru aðrar tegundir sem nærast á trjánum en drepa þau ekki, en þær hafa vissulega áhrif á vöxtinn og geta veikt viðnám trjána til dæmis fyrir öðrum skaðveldum og sjúkdómum. Þannig að það er svona eitthvað svona sambland kannski margra skaðvalda sem getur olli miklu tjóni. Og við förum að sem við teljum vera mestu skaðvaldanir af þessum 9 eru þessar
tvær hérna sem komu bara snemma eftir 1900, tíguvefari og haustfeti. Þetta hérna úr ársskýrslu skógavarðar Guttorms Pálssonar á Austurlandi 1935. Ef ég les bara eins og því þá hérna til að sýna að þetta hefur nú oft verið alvarlegt í gegnum tíðina. En upp úr 20. júní kom mjög heitur dagur hér, braust þá maðkurinn út svo miklum áhuga að stór svæði eru lauflaus, með öllu og sýndu stökk tilsýndar sem á vetrardegi. Þannig að það hefur ýmislegt gengið á í gegnum tíðina og þetta voru líklega skaðvaldarnir sem ullu mest af þessum skaða. Það að segja birkivefari sem búinn að vera hérna lengur og telst til innlendra meindýrategunda og svo þessar tvær sem komu þarna tíguvefari og haustfeti. En tíguvefari og haustfeti numu hér land eins og ég sagði hérna fyrir hluta 19. aldar og hafa olli töluverðu tjóni gegnum tíðina, sérstaklega tígurvefari. Haustfeti virðist einhverra hluta vegna vera meira bundið við þéttbýli, en það má samt nefna að haustfeti er einn af þessum fyrirbærum sem að valda miklu tjóni á birki í nágrannalöndunum eins og Finnland og Noregi, þannig að hann gæti líka breytt hegðun sinni hér. Það er oft í sambland við önnur áfall á trjánum eins og til dæmis breytt veðurfar eða aðra beit eins og hreindýrabeit, þá koma þessar lirfur og ganga frá trjánum. Hún er oft sambland fleiri en einn skaðvals. Svo er það sem hefur verið að gerast núna undanfarnum árum, en fyrir 2005 var til dæmis engin skordýrategund sem lifði inn í laufum birkis. Nú búin að finnast 3, þannig að það er spurning hvað birki þolir endalaust að það sé að koma nýjar tegundir. Og svo kom líka birkiglitmölurinn sem við vitum nú ekki alveg hvað er að skaða mikið. En hann er svona falleg fiðrildategund, fannst fyrst á Íslandi 2011 og hefur verið að dreifa sér allan á Suðvesturlandið. Það er erfiðara finnst mér allan að kortleggja hann og ég hef ekki gert það af því að það er erfiðara að finna skemmdir eftir hann. En hann lifir sérstætt á birki og elri og þeirrunar eru fyrst í brumtrjánna og síðan í karlreklunum og getur valdið því sem að fræið spillist. Svo er það birkikempan sem fannst fyrst hér í Hveragerði 2005. Hún hefur verið að dreifa sér í landið og þetta er eina af þeim tegundum sem lifir inn í blöðum birkisins og hún er á vorin. Eina svona tegundur sem á vorin hingað til og hér er núverandi útbreiðslusvæði sem við höfum kortlagt. Það kom engin punktur inn 2004 nýr að hluta til kannski að því að við förum bara hringferð annað hvert ár og fórum 2013 og kortlögðum þetta þá. En eins og sjáið þá er hún búin að dreifa sér ansi víð landið. Mjög mikið í Eyjafirðinum og eiginlega áhyggjuefni þar og svo hér í kringum Suðvesturhornið. En fannst til dæmis á Höfn í síðustu hringferð okkar og er komin á Vestfirði líka. Svo er það birkið þélan. Við vorum á ferðinni haustið 2016 og þótti eitthvað skrítið hvað fundu litrubuff og hérna fannst það að það væri birkikempa því að það var eina tegundin sem gerði þetta. En kom í ljós þetta var ný tegund, ekki fiðrildi eins og birkikempan heldur vespa og hún var búin að dreifa sér töluvert þannig 2016. Þannig að hún hefur líklega verið hér aðeins lengur en 2016. Og hún verpir sem sagt líka í blöð birkisins og lifir inn í þeim. Og hún, þótt hún sé búin að vera 9 árum styttra heldur en birkikempan, eða kannski aðeins lengur en það, en þá er hún búin að dreifa sér meira
og eiginlega bara komið hringinn. Og mér finnst líka að skemmtirnar séu meira eftir hana. Þannig að það ekki góða fréttir og ef við berum saman útbreiðslusvæði þessara tveggja tegunda, þá sjáum við hún dreifir sig mun hraðar einhverju hluta vegna dafnar betur. Og þá fórum við kannski að hafa áhyggjur af því að önnur tegundin á vorin, en svo tekur hin við á haustin. Og svo fyrir tilviljun þá sendi ég það sem ég hélt var birkifélur í raðgreiningu. Og nokkrar og ein af þeim var þriðja tegundin, Phenusella nana. Ég held að sé ekki komið íslenskt heita hana. Hún sem sagt líka vespa og á haustin og frekar erfitt að greina munin. Ég aðeins farin að greina munin á skemmtum eftir birkifél og Phenusella nana. En já, hún hefur kannski verið falin í nokkur ár en ég hef bara fundið hana samt á einum stað en hún allavega búin að vera þar í einhvern tíma. Þannig að það eru komið 3 tegundir sem lifa inn í laufum birkis á stuttum tíma. En áhrif hitastiga á skaðsemi og landnám skaðvalda. Ég vitna oft í þessa grein, aðalega því að við höfum kannski ekki mikið í höndunum og það koma að mínum mati góða niðurstöður út úr því. Þessari grein sem Guðmundur Halldórsson og við fleiri birtum í IAS 2013. Þar fórum við til dæmis í gegnum þessar skýrslur skógavarða á Austurlandi og mátum í gegnum tíðina hvað þeir sögðu maðkinn í skóginum. Og eins og við sjáum á þessari mynd, það sem einkunnið hversu mikill faraldur í skóginum, þá hafa orðið svolítið margir mjög alvarlegir skaðar eftir 2000 og rétt fyrir. Þannig að munstrið aðeins að breytast. Og í sömu grein var skoðað, þetta var borið saman sem meðaláshita og það kom í ljós að það voru alvarlegri faraldar þegar meðalhálshiti var hærri, marktækt. Í sömu grein, ég er ekki með gröf yfir því, var líka skoðað með landnám nýrra skaðvalda sem komu til landsins og þar kom í ljós á hlýskeiðum nam mun meira af skaðvöldum land hér á Íslandi heldur en á kuldaskeiðum, sem þýðir að þegar það hlýnar þá mun meiri hætta bæði á alvarlegri sköðum á trjánum og fleiri skaðvöldum. Og einnig í rannsókn minni ertuuglu ef við törum líka áhrif hita. Ég hafði ekki tíma til að tala hann í dag. Ertuuglan er innlend tegund sem hefur verið lengi en verið að auka útbreiðslusvæði sitt undanfarna árum og skaðsemi. Að það kom í ljós að það sumarhiti sem skiptir mestu máli og það líklega máli með flest skordýr á Íslandi sem fara í dvala á veturnar. Að það þessi hitasumma á sumrin sem skiptir máli fyrir þessi meindýr. Já, og svo bara aðeins á lokum til þess að enda á aðeins jákvæðari nótum. Við höfum velt aðeins fyrir okkur af hverju skaðinn af þessum 9 tegundur sem lifa inn í laufum birkis svona mikill hér, en þessar tegundir eru alla Evrópu. Og skaðinn ekki svona mikill þar á birkinu og það náttúrulega aðlögun trjánna sem skiptir máli en líka kannski skortur náttúrulegum óvinum. Þeir koma oft langt á eftir skaðvaldinum en síðastliðið ekki núna heldur síðasta haust tók ég eftir því að í stað þess að birkiféluskemmdir voru eins og til vinstri virtist vera að það væri eitthvað minni skemmtir eins og á höfuðborgarsvæðinu og oft eins og þær byrjuðu en svo stoppuðu bara þannig að laufgrænan var mun meiri og svo var ég að safna laufum út þessari 9 tegund og já, fann þessa lirfu að nærast á birkifélu lirfu
Þannig að það staðfesti það að það komið náttúrulega óunnur birkifélög til landsins, sem eru mjög góða fréttir, þannig að vonandi kemur eitthvað svona jafnvægi á skemmtir allan eftir hana. Og svo fór ég að leita betur og þá fann ég fullt af púpum og fleiri lirfum og úr púpunum komu þessar fallegu, mér finnst það mjög fallega, þessar fallegu vespur sem eru greinilega náttúrulega óunnur birkifélög, ef ekki meira. Við sendum það í raðgreiningu og það er ekki komið út úr henni, þannig að við getum ekki sagt mikið það. En hún er líklega ættkvíslinni Pigialo, sem sérhæfir sig sem sagt í að éta nærast á skordýrum sem lifa inni í laufum trjáar. Og bara fundast það er hingað til af þessum náttúrulega óunnur birkifélög hér og svo fann Helga Ösp sem vinnur með mér fyrir norðan líka púpur í Eyjafirði sem þessi fallega vespa kom líka úr. Þannig að hún er búin að dreifa sér töluvert líka, þessi náttúrulega óunnur. Þannig að vonandi kemst bara eitthvað jafnvægi á það allavega. Já, takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Þá er opið fyrir spurningar. Er ekki eitthvað sem þið viljið spyrja Brynju eða koma með? Mér finnst þetta mjög forvitnilegt erindi, eins og eru engar spurningar á netinu. Það er spurning hér. Takk kærlega fyrir þetta. Var mjög fallegur fyrirlestur og góðum myndum og ég verið að fylgjast með þessu starfiðinu og það eru nokkrar spurningar sem mátt að spyrja. Ein var mynd númer 2, það var paddan kolsvört, en var það ekki, var þetta einhver ný, þótti sérstök mynd, mjög falleg, gljáandi svört túpa. Meinarðu? Mynd númer 2 í fyrirlesturinn. Já. Og svo birtist hún ekki sko í yfirlitunum. Þessi var svo kolsvört. Já, þetta er birkifeti. Þetta er birkifeti. Já, hann kom fyrir 1900. Já, en er hann ekki, já, það er bara... Þetta byrjar sem sagt þarna í 21. Er þetta haustfeti sem sagt? Nei, birkifeti, þetta eru sem sagt bara myndir af þeim sem numu í land eftir 1900. Já, hann var til áður. Já. Ég náði því. Já. Í öðru lagi hef ég nú sérstakann áhuga á þessum síðustu, eins og þú veist. Já, og tek eftir því að rækta heilmikið birki og með birkiskóg í Biskupsstúkum og þessi kvikindi að drepa trén. Það þó nokkuð fallegar birkiplöntur á hverju ári og alveg sérstaklega það eru einstofna og falleg birki sem ég að reyna að kynbæta og vinna með. Þannig að þetta svolítið dapurlegt, en líka kjarrbirkið sem ríkjandi á svæðinu. Mér sýnist að yfirleitt þá endist tréð svona 2-3 ár ef hún fær endurteknar árásir þá bara græni massin og halda trénu lifandi og það bara deyja. Þannig og þá leiðir það þá náttúrulega að því að samkvæmt Skógræktarfélagi Íslands þá gróðursetjum við 40% af öllu sem ræktum með gróðurhúsi birki og þá erum við eiginlega bara að framleiða birki sem skordýrafóður og það er svolítið dapurlegt og það er náttúrulega möguleiki kannski að ná í fleiri svona óvini eins og að finna þarna og til að hamingju með það og við höfum stundum rættum þetta saman við 2 reyndar og spurningin þá einhver andstaða við að ná í þessa óvini þessara meinvarna og erlendis frá því að það til stofnanir sem að sérhafa sig að þjónusta
í Evrópu þjónusta svona þjóðir svo okkur sem erum ekki með þessa, erum ekki ennþá að Bauhaus hefur ekki ennþá náð að flytja það inn handa okkur, sko. Og einhver andstaða við þetta einhvers staðar að fara þá leið, því ég veit að þeir voru að skoða það möguleika að ná í þessa óvinnin okkar. Já, sko, hjá gömlu skógræktinni var ég beðin að kanna þetta, hvað væri hægt að gera, en þá hefðum við kannað fyrst birkifélag því okkur fannst hún mest alvarlegust. En nú er þetta eiginlega komið yfir mitt líka að núverandi stofnun er ekki búin að mynda sér stefnu í hvort það vilji bara í að flytja inn lifandi skordýr. Hver hefur ekki? Land og skógur. Hefur ekki myndað? Nei, það er ekki komin stefna í því. Þannig að ég get ekki svarað þetta spurningu. Hefur lagt fram tillögu þetta eða? Ég hef beðið að þetta væri skoðað hvað stefnan verði en það hefur bara ekki komist lengra. Þannig að sérstaklega eftir að fundum þennan náttúrulega óunnbirki félög þá hefur ekkert verið unnið í þessu. Er ekki fleiri spurningar? Mér langar að spyrja af hverju 1900, hvað gerðist þá? Hver er skilgreiningin þar á bakvið? Mér skilst þetta sé ekkert einu svona eitthvað föst skilgreining, þetta er bara sem lærifaðir minn, hann Guðmundur Halldórsson og þeir sem skrifa til dæmis þessa grein sem ég vitnaði í nota, en já, fyrir innlend og erlend skordýr, en mér skilst þetta sé ekkert alveg svona alveg staðlað, sem sagt, þannig að, já, þetta er bara svona viðmið, já. Það er spurning úr sal, já, gerður. Það gerir ég langar að spyrja í samvætti við þetta með skemmtnar heldur þetta sé fyrir hugmynd svona hversu oft þetta drepur trefið, hvað hefur mikið áhrif? Nei, við höfum ekki náð að meta það alveg, en vissulega áhyggjefni þegar bætast við einmitt svona margir alvarlegir skaðvaldar, en við erum ekki með neina mælingar beint. Annað líka ekki maður skemmturnar birkifél eða birkikempa, sem sagt laufin, hvernig? Sko ég þekki þetta með því opna laufin og skoða saurinn, skemmtilegt, en birkikempa, sem sagt, það er svona þræðir, en svona eins og sandkorn frá birkifélu. En svo er það náttúrulega ef þú finnur lirfu af vori þá er það birkikempa, ef þú finnur lirfu af hausti þá er líklega birkifélag þótt það sé komin önnur tegund, hún er bara ekki búin að dreifa sér mikið, þannig að já. Ertu með tilgátu það hvernig þessi kvikindi bárust til landsins? Mjög líklega með innflutningi planta. Það er náttúrulega bannað eins og veist að flytja inn lifandi plöntur af þessum helstu skógræktarplöntum, en ég held að það sé aðalflutningsleiðin þótt að það geti náttúrulega verið margar, en já. Plöntur af rót? Já, það geta náttúrulega fyllt öðru af því að þetta er oft púpur í jarðvegi og já. Já, ég með viðbóta spurningu við síðustu spurningu sem ég ætlaði líka að bera upp. Já. Ég saknaði eiginlega að sjá hvar og hvenær þessar tegundir voru fyrst greindar eða fundar hér á landi og hvernig kannski breyting hefur verið á útbreiðslu eða þið hafið þær upplýsingar. Já, ef ég má svona áður en að ég sleppi orðinu og þú svarar, bara koma að fyrstu spurningu Þorsteins að í sjálfum sér var það innflutningur á nýjum tegundum verndun líffræðilegrar fjölbreytni eins og þú veist örugglega. Og þannig að það er ekkert sjálfgefið að tegundir sem að geta reynst jákvæðar fyrir einhverja tegund og útbreiðslu einhverja tegundar að það sé sjálfsagt að flytja hann inn. Þetta bara að meina hvenær það fundust fyrst? Já, hvenær tegundirna fundur fyrst og Þú séð það til dæmis hvar. Ef það er bundið einhverjum sérstökum innflutningi þá er kannski tegundirnar að koma inn á einhverju ákveðnu stað, ég veit ekki, en það er dálítið að heyra það.
Langflest af þessum meindirum finnast fyrst hérna á suðvesturhorninu nefnilega. Og það einmitt hérna, við höfum þetta eins og Elling hérna með fyrirstafvöktunina, hann einmitt segir ef aðróst tala að geti bjórst með vindi til dæmis, en þá myndi örugglega hérna mest af þessum meindirum finnast fyrst á Suðurlandi. En hérna sérðu hvenær þau komu fyrst inn, sko. Ertu að tala þessar tegundir? Já, en svona hvar þær hafa fundist. Já, birkikembar finnst fyrst í Hveragerði. Þessi nýjasta fannst að Mógilsá, hérna í Kollafirði. Birkithéland, þegar við fundum hana þá var búin að dreifa sér allt suðvesturhornið, þannig að við vitum ekki hvar upprunastaðurinn er. Og já, eins og ég segi, langflestar þessar tegundir finnast á þessu svæði, þar sem mestur innflutningurinn er líka, þannig að það virtist líka aðeins vera svona, þú voru að sýna bæði kortin með útbreiðslukortin og svona eins og er það bara tilfinningin að önnur virðist vera svona þéttbýlistegund og meðan hinn er svona aðeins einhvern veginn dreifðari. Já, einmitt. Já, allan er búin að dreifa sér meira. Já, svona þessi sem fer þarna svolítið hratt yfir. Já. Kannski koma líka einu að báðar þessar tegundir valda meiri skaða á ræktuðu birki heldur virðist vera hérna allavega, já, meiri faraldrar í svona, það er svo birkinu hans, hérna með stórum laufblöðum, þá virðist vera, og þetta tengist líka laufgunatíma, þessum birki sem laufgast fyrr, það verður fyrir meiri skemmdum til þess að birki kemur. Þannig að, já. En hérna, einmitt, maður þekkir svo lítið til bara eiginlega skordýrabeitar, en einmitt maður hefur alltaf heyrt þetta með íslenska birki að það sé illa aðlagaða beit. Já. Þá maður einhvern veginn, hugsunin er einhvern veginn meira með einhvern veginn önnur beit, en þetta er náttúrulega væntanlega aðallega beitin, það er að völdu skordýra. Og þá er alltaf kannski þetta hluta skýringunni, bara það er svo ofboðslega, það er svo lostætt með við til dæmis sem það er í Evrópu, það sem er betur aðlagað að þessu og eins og þú segir, aðrir, önnur skordýr eða óvinir sem halda í niðri, sem að gera þetta svolítið að verkum að þetta virðist bara hratt yfir. Það er mjög kostnaðarsamt fyrir plöntuna að hann flóta þessi varnarefni og auðvitað þegar hún þarf ekki að þeim halda jafn mikið þá eyðir hún orkunni í annað. Þannig að, já, þannig breytist það, já. Meindir eru auðvitað slæm fyrir skógræktina, en hvaða afleiðingar hefur þetta á náttúrulega birkiskógana? Telur þá vera í einhverju mikilli hættu? Já, svona eins og þessar fiðrildalerfur, þær hafa farið mjög illa með náttúrulegt birki líka. En eins og, já, ég var að tala þessa til dæmis sem bara verð með ræktað birki virðist vera, en það eru orðið mjög alvarlegir fiðrildarfaraldrar í á öðrum leirfum heldur en þessum í náttúrulega birki líka. Þannig að, já. Það er líka stundið þegar safnast upp svona margar tegundir að já, það gerist. Já, nú fuglaflensa í gangi og á síðasta sumri þá sá ég einn þröst í birkustungum í skóginum þar allt sumarið. Og spurningin er þá, getur eitthvað sagt þýðingu þessara kvikmynda eða skort á fuglum gagnvart útbreiðslu? Því að ég held að Halldór hafi nú gert eitthvað úttekt á því hvað þetta verður mikilvægt fóður. Já, nú er ég ekki alveg, ég hef allan ekki verið í rannsóknum hvað fuglar gera mikið, en vissulega skipta þeir máli, þeir eru út allt og já, en já. En þeir hafa sennilega aldrei komist í þessa sem eru á milli laga í blöðum. Nei, það er líka máli, þau eru svo vel varin að já. Það þarf einhver svona sérhæfðar sníkjuvöskur, eins og er komin í birkifélina til þess að kunna að verpa í þær, eða verpa og éta þær. Það eru engar hendur á lofti, er einhverjum í salnum sem bæta ykkur við? Það eru spurningar á netinu líka.
Ok, nú byrja á þær upp. Það frá Helenu Mörtu Stefánsdóttir. Eru þessar tegundir að herja á aðrar trjátegundir? Já, sumar, ekki þessar, eins og ekki þessar tvær nema birki félaga líka á, elri, en margar þessar sem eru í þessum, eins og hér, þær, eins og haustfeti og tíguvefari, þau fara líka á aðrar trjátegundir. Og já, margar fleiri ný myndir, mörg fleiri ný myndir. Takk. Og svo hin spurningin frá Rakel J. Jónsdóttur. Á hvaða formi lifir birkifélan og birkikempan af veturinn og hefur mikið frost neikvæð áhrif á það form eins og á sitkalúsina? Nei, líklega ekki. Ég get náttúrulega ekki fullyrt á því að ég hef bara gert svona rannsókn á ertuuglunni, en hún þoldi alveg upp í -20 eitthvað frost og þær eru allar púpur í jarðvegi þessar tegundir yfir veturinn, þannig að ég held að ég get fullyrt að það hafi líklega ekki áhrif á þau. Það af því að þetta hefur áhrif á sitkalúsina af því að hún er virk á veturna og meira að segja hefur þetta mest áhrif mikill kuldi á sitkalúsina á fullorðnu dýrin sem eru að nærast og þá frýs í raun bara eða kristallast magainnihaldið á þessum dýrum af því að það er ekki dvalur. Þannig að Já, takk fyrir. Það möguleiki að koma með eina spurningu viðbót. Nú, ef ekki, þá látum við þessum kafla lokið og ég gef þér bara orðið, Heiðrún. Ég er með eina spurningu enn. Því að mér langar svo að vita hvort það væri virkilega engin samhjálp í þessu samlífi. Það væri alltaf á neikvæðan hátt. já, það var það besti ef allir getur bara lifað í jafnvægi og það er sem náttúrulega gera að þeir eyða ekki myndirinn úr kerfinu en það er að gefa þolmörk plöntuna, þannig að það er kannski bara besta lausnin. En þetta er ekki samlífi, vissulega, þannig að já. Og svo var ég með næstu hugdettu hvort hann fengi ekki bara nafni riddari götunar, þessi riddari sem að koma og vera náttúrulegur afræningi á óvarjunni. Einmitt, komið þið til Matthíasar, já. Ég hef mín sambönd. Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Brynja. Þetta var mjög áhugavert. Á næsta hrafnaþingi, þann 12. febrúar, fáum við aðra heimsókn og við ætlum að halda okkur við birkið. Af því að það hún Guðrún Óskarsdóttir, gróðurvistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands sem ætlar að kíkja heimsókn til okkar. Hennar erindi nefnist Viðgangur og vistfræði birkistofnsins á Skeiðarársandi. En takk fyrir í dag og þangað til næst. Bless, bless.